Já, ég heiti Hrefna Sætran og með fiskmarkaðinn og grillmarkaðinn veitingahús. Svo erum við með barið líka, en á fiskmarkaðnum og grillmarkaðnum erum við með matreiðslumenn og svo matreiðslunema. Og svo erum við með lærða þjóna líka og það er nú eitthvað minna verið af þjóna nemum. En já, og við opnuðum fiskmarkaðinn hérna árið 2007 og grillmarkaðinn 2011. Þannig að við erum með smá reynslu í þessu og ég byrjaði 99 í náminu og lærður matreiðslumaður í grunninn. Þetta var þannig að Iðan hafði samband og mér leist bara mjög vel á þessa hugmynd af því að mér fannst þetta svona stækka heiminn fyrir krökkunum og bara rosa gaman fyrir þá sem eru líka að vinna á á fiskmarkaðnum og grillmarkaðnum að fá að kynnast öðrum krökkum frá öðrum löndum og heyra hvernig þetta þar. Þegar ég var að læra þá fór ég einmitt út til Luxemburg, fór að vinna á stað sem heitir hjá Leo Linster. Hún var fyrsta konan sem vann keppnina og ég fór þangað og var bara var sjálf náttúrulega greiddi mína ferð sjálf og fékk reyndar gistingu þar úti. Ég var í einhver svona 2-3 vikur þar og mér fannst það rosalega mikill skóli. Þannig að ég alveg bara myndi mæla með þessu að kíkja eitthvað aðeins út. Mér finnst bara samstarfið við hérna hafa gengið mjög vel. Maður hefur alltaf fengið að vita allt eða bara fengið mjög skýrar upplýsingar allt sem að gerast og allt unnið bara í góðu samstarfi. Og ég bara mjög hlynnt þessu og hlakka til að fá fyrir nema. Ég myndi segja það að við erum ekki að borga þeim laun og það aðstoða með uppihald og gistingun og það náttúrulega aðal stuðningurinn. Af því að við höfum örugglega ekki launakostnaður á Íslandi mjög hár, þannig að við myndum örugglega ekki geta fengið svona nema eða fengið fólk til okkar nema fyrir það. Við höfum þurft að skila bara skýrslu eftir hverja heimsókn og það alltaf einhver fullorðinn sem kemur með þeim. Þetta hefur verið svona hópur af krökkum og svo einhver kennarinn þeirra eða einhverjir sem eru með þeim erlendis. Þannig að þau hafa líka bara verið svolítið með í þessu öllu, kíkt á staðinn og séð bara alveg hvað í gangi og svona. Þannig að þegar þau koma þá eru þau náttúrulega ekkert sérstaklega, þau eru kannski 3 vikur eða eitthvað svoleiðis hjá okkur og þau náttúrulega fá bara svona aðstoða. Þau eru ekki að gera neitt sem kannski snýr beint af því að sem fer til gestana, skilur. Þau eru meira svona að fylgjast með, og þannig að ávinningurinn eiginlega bara skemmtilegt fyrir þau og þá sem vinna á staðnum að vera að sýna eitthvað og sýna hvað þau eru að gera. Mér finnst ekkert mál að taka á móti þeim. Það hefur ekki verið neitt vesen í kringum það, en það kannski ástæða fyrir það að enginn hefur farið út. Það hefur verið svona meira, kannski að því við búum á Íslandi, gæti verið.
Nei, alls ekki. En það var reyndar það voru einhverjir sem voru með rosa mikinn hreim og voru að tala ensku en það var bara fyndið og allir hlógu bara saman af því. Ég myndi segja að þetta bara mjög gott starf og mjög skemmtilegt að taka þátt. Ég myndi bara mæla með þessu við alla. Fyrir mér, mér finnst þetta að hafa gengið alltaf svo vel að þetta bara mjög ánægjulegt að taka þátt og gaman að hitta ólíkt fólk og þannig ég myndi bara segja að þetta verið góð reynsla bara í alla staði.